Þegar við tölum ástand efna, þá eigum við að öll efni geta verið í föstu formi. Þá tölum við föst efnið. Öll efni geta verið vökvar og öll efni geta verið lofttegundir. Þegar efni eru föst efni, þá liggja frumeindirnar eða sameindirnar mjög þétt saman og þær eru ekki að hreyfast mjög mikið innbyrðis. Það er alltaf hreyfing í frumeindunum sjálfum, en á milli frumeinda er lítil hreyfing. Í vökvum liggja þær þétt saman, en þær hreyfast töluvert á milli, enda ef við hellum vökva þá lekur hann niður þar sem hann getur. Lofttegundir hins vegar, þær eru frumeindirnar eða sameindirnar ekki nálægt hver annari og fara í raun bara hvert sem þeim sýnist. Lofttegundir taka yfirleitt meira pláss til dæmis heldur en föst efni, en eru leið léttari. Það hljómar kannski svolítið sérkennilega, en við þekkjum eitt efni sem er vatn mjög vel í öllum þessum formum. Það er að segja, vatn í föstu formi er ís, í fljótandi formi bara fljótandi vatn og svo vatnsgufa þegar það er í loftkenndu formi. En raunin er svo að þetta á við öll efni. Við gætum sett til dæmis bara gull á sama stað. Gull í föstu formi er bara gull eins og við þekkjum það. Í vökvaformi þá varum við að tala bráðið gull, en svo er líka til eitthvað sem heitir gullgufa. Málið er að það er mismunandi hvað þarf mikinn hita til þess að efni bráðni. Gull til dæmis bráðnar við frekar hátt hitastig og það gufar upp við ennþá hærra hitastig. Svo eru önnur efni sem við þekkjum ekki nema bara sem lofttegundir, eins og til dæmis súrefni. Það er hægt að kæla súrefni nógu mikið þannig að það verða vökva og meira segja þannig að það frjósi. En við þurfum að fara í rúmlega 200 stiga frost til þess að það gerist. Þannig að öll efni, alveg sama hvaða nafnið þau heita, það er hægt að bræða þau og það er hægt að fá þau til þess að gufa upp eða í hina áttina. Það er hægt að láta þau þéttast og verða vökva og storkna og verða að föstu formi. Alveg sama hvað efni við erum að tala um.